Næsta skref hjá mér að fjalla hvernig Hæstiréttur var plataður. En þeir nefna ekki ranga lagaskilning, að rangur lagaskilningu verður aðeins leiðréttist til framtíðar. Það eiginlega alveg með ólíkindum að þeir skuli ekki nefna það. Nú, kostnaður af mismunandi leiðum. Þetta er skjalið sem FME þorði aldrei að birta. Og þetta sem sagt ég reikna út hverju væri samningsvexti miðað við bókfært virði lánanna frá lántökudegi til dags í dagnóknir, eða til síðustu áramót. Slíkir vextir hefði verið 147,6 milljarðar króna. Þetta er sem sagt bókfært virði. Það þýðir það að áður en einhverju afslættir komi inn í myndina, þá bara fylgdu við genginu nákvæmlega eins og það var og ég bara tók tölu Seðlabankans. Síðan sagði Seðlabankinn að lánin hefðu lækkað svo mikið. Jú, einhver lán fóru þangað og við tókum með og ég reiknaði töluna síðan. 147 milljarðar er það sem bankarnir hefði átt að vera rukkákur miðað við kröfu upphæð, miðað við bókfært virði lánanna hjá þeim. Og þetta er aftur á móti ef við tökum kröfu virði lánanna, þá er að segja engin afsláttur. Það er að við eigum bara að borga það sem banki biður okkur uppreiknað við gengisþróun, tekið lán sem voru færð til yfir í íslenska krónur, ég hunsa það allt. Og segir bara, við uppreiknað bara upphæðina með ákveðnu forsendu. Þá hefðum við átt að borga 206,7 milljarðar. Síðan er það hvað, ef það eru samningsvextir án gengistryggingar. Tek bara lántöku fjárhæð, finn hann og nokkuð nút, það er sjálf sér ekkert flókið mál að finna hana og tek tillit til afborgana öllum tímanum og reikna út 140 milljarðar sem vextinir hefði þá verið. En þetta eru vextinir sem FME og Seðlabankinn vildu að við borgum. Er það nema vona þeir vildi ekki birta tölum? Þetta er síðan það sem menn kalla tjónið sem fjármálafyrirtækin eru að vera fyrir. Yes. En Marno, þessar 3 tölur vegna sem eru eftir, þegar þú leggur það saman, þá er það bara næstu í saman hitt. Já, næstu því. Þetta er alveg þetta er sem það tjónið. Ég birti þetta á blogginu mínu, ég birti Excel-skjalið sem allir þessir útreikningar byggja á og fólk getur farið inn í þetta Excel-skjal og skoða það og endilega ef ég er að gera eitthvað vitlaust, láta mig vita. En ruglið sem ég skil ekki, það er í fyrsta lagi tengst gengis, og núna kem ég að þessu með neytendaréttum alltaf. Ruglið sem ég skil ekki, það er í fyrsta lagi tengst gengistryggingar og vaxta sé slíkt að gengistrygging sé forsenda vaxtana. Þetta er bara rugl. Þetta er bara, stenst enga skoðun. Að dómur 471/2010 sem frá 16. september 2010 sem notaði sem fordæmi fyrir húsnæðislánamál og bara yfir höfuð lán sem voru tekin áður en lánið í málið 471/2010 var tekið. Veit ég hvernig það lán var tekið? Það var tekið 20. og eitthvað nóvember 2007. En það 4 mánuðum áður en 3 mánuðum áður en krónan byrjaði að hrynja. Það var alveg sama hvernig það mál var reiknað. Lántaki kom alltaf betur út úr því. Það var ekki hægt reiknað á neitt annan hátt en að lántaki kemur betur út úr því. Næsta er ruglið ef þið farið nú í frumvarpi Árna Pálslögum, maður nú ekki númerið á ef þið smellið að velji lögin og Alþingis og farið í ferli málsins og svona og skoðið svo umsagnir málið. Vitið þið hverjir taka til varnar fyrir fjármálafyrirtækin í því máli? Hverjur það er sem svara allum spurningum þingsins það sem þau vilja fá vita nánar? Efnahags- og viðskiptaráðuneytið. Það tekur til varnar fyrir fjármálafyrirtækin. Það er ekki eitt einasta atriði þeirra málflutningi sem eru lántökum í hag. Ekki eitt að það lán hafi verið tekið sem að nota sem fordæmi
svo að Alþingi gæti nú átt að segja á því hvernig þetta virkaði. Það var tekið í maí 2008. Þetta voru gengistryggð lán veitt í maí 2008. Nei. Ekki til einstaklinga. Nei, ég meina, sko, þú veist samt hvað ég á við þetta. Nei, ég veit alls ekki annað. Ég hefði viljað sjá þarna, sko, sanngirnin hefði verið svo að taka lán frá því mitt ár, ég skulle segja, mitt ár 2004, ársbyrjun 2005, mitt ár 2005, ársbyrjun 2006, mitt ár 2006, veist, taka ólíka tímapunkta og skoða þetta. Vegna þess að sá sem tók lán mitt ár 2006, hann tók lán á mjög hárri gengisvísitölu. Tjón hans, ef svo mætti segja, vegna gengisbreytinga var mun lægra heldur en þess sem tók láni í desember 2005. Í desember 2005 er gengisvísitalan 100. Mitt ár 2006 þá var hún að leikja 142 held ég. Það er 40% mun. Þess vegna verður að skoða þetta út frá ólíkum forsendum og við verðum líka að tala um málinn út frá ólíkum forsendum. Nú, röglinn sem ég skil, ég ætla að halda áfram með það, fordæmi dómsins sé takmarkað. Það er náttúrulega, ég skil það ekki, ég held að það sé bara mjög víðtækt. Þetta er hérna Árni Páll í Kastljósum daginn. Ég var að verja hagsmuni landtaka. Já, einmitt. Ég var að verja þá. Já, ok. Skil. Sagði hann ekki líka eins og í Íslandi býti hjá Kolli og Heimi að hann hefði verið með fjármálastofnunir á bankinu þegar hann var verið að semja þetta? Já, en var það ekki með okkur á bakinu? Nei, það var ekki með okkur. Við erum ekki eins þung. Hæstiréttur blekkjast. Já, hann var blekktur með því að fjármálafyrirtæki sé að fjármagna sig á sama hátt núna og áður. Það voru verið að telja trú það að vegna þess að það var gengistrygging áður á lánum og gengistryggðir vextir að þá yrði að hefði það orðið svo miklu fyrir svo miklu höggi, þetta væri svo dýrt, þeir hefði gefnað þessu lánum, þeir hefði svo borgað lánum tilbaka á herra gengi og svo framvegis og framvegis. En hvernig eru fjármálafyrirtækin að fjármagna sig í dag? Með undantekningunni leasing. Ég viðurkenni það að leasing er sértilfelli. Leasing er ekki í eigu banka, hefur aldrei verið í eigu banka og er þess svona sértilfelli. Þau eru að fjármagna sig á innlánum sem bera 0,5% vexti. Já. Þannig að þegar þau fengu allt í hennu 21% vexti ofan á lánin, þá voru það að taka inn 20,5% vaxtamun á því sem þau borguðu og því sem voru að krefja okkur. Þannig að annað fjármálafyrirtækin fjármagna sig eins, eins og segi, ég er að taka leasing út fyrir sviga. Ég gæti svo sem hugsanlega tekið hérna SP fjármagnin líka út fyrir sviga, en það kemur ljós að SP fjármagnin fékk 50% afslátt frá Landsbankanum á öllum sínum lánum. Þannig að þess vegna segi það er sama, það er engin munur þarna. Nú, að fjármálafyrirtækin hafi yfir höfuð verið að fjármagna sig eins og var fullyrt. Leasing hafði ekki leyfi til gjaldeyrisviðskipta. Þeir gátu ekki hafa verið að fjármagna sig á gjaldeyrismarkaði. Þeir urðu alltaf að fara í gegnum einhvern annan aðeins. Saman með SP og Avant. Saman með SP og Avant. Og frjálsið hafi bara þetta leyfi fyrir eigin reikning eftir fyrir alltaf viðskipta. Já, já. Við getum haldið áfram þetta. Enda náttúrulega kemur í ljós að frjálsi skuldar ekki neinum erlendum kröfuhafa. Síðan náttúrulega er þessi misskilningur eða blekking að það komi yfir höfuð okkur við hvernig fjármálafyrirtækin er að fjármagna sig. Nei. Það kemur okkur bara ekki við. Nei. Ef ég er að kaupa eldhúsinnréttingu af Bíkó og Bíkó stendur ekki skilu við trésmiðuna sem þeir létu smíða innréttinguna, það kemur mér ekki við. Þó svo að Bíkó verði úrskurðað gjaldþrota, þá er ekki séns
að það sé hægt að rukka mig til þess að hægt sé að greiða trésmiðjunni. Ég hef alveg fulla samúð með trésmiðjunni, þetta skýrt fram, en hún er ekki hún er ekki mitt vandamál nema því leyti til að kannski fara einhverjir þar á atvinnuleysisskrá og kannski þarf ríkið að afskrifa skattaskuldir og virðisaukaskatt. Hún er vandamál mitt þannig en ekki út af innréttingu. Bæta þurfi fjármálafyrirtækjum tjón á ákveðnum tímabilum með því að endurreikna allan tímann. Og fjármálafyrirtækin urðu ekki fyrir neinu tjóni fyrir 1.1.2008. Af hverju á þá að fara að bæta þeim upp það tjón sem urðu ekki fyrir 1.1.2008. Það er bara eitt dæmi. Þannig að það er svona kjaftæði. Nú, svo er þetta að lánþegum hefði ekki staðið til boða, önnur hagstæð lán eða gengistryggð lán hefði ekki staðið til boða. Það reyndi ekkert á það. Það reyndi ekkert á það að það væri önnur lán möguleg ef ekki hefði verið gengistryggð lán. Það er ekki gengistryggð lán í dag, við erum getum samt fengið lán, óverðtryggð lán til langs tíma á allt niður við 3,75%. Jú, það er það sem Íslandsbanki bauða með 1,5% vaxtaafslætti í 3 ár. Já, 3 ár er ekki langur tíma. Nei, en það er lánið sem þeir býðst í dag. Og síðan kemur 17% eftir 7. Það er bara þeirra ákvörðun eftir. Já. Svo er þetta að rugla að lánið sem var dæmt í þarna hefði verið dæmikert fyrir svona lán. Ég var búinn að segja ykkur að það var tekið í nóvember 2007. Það gat ekki verið minna dæmikert. Og rétturinn áttaði sig ekki á því að handvalið mál var að ræða sem hafði í raun ekkert fordæmisgildi.